vera sáttur? Mjög sáttur, gott að fá hérna hvíldina og sterkt að vinna Keflavík sem eru bara ótrúlega góðir og ég verði eiginlega að fá að rósa mínu manni Mike Crayon, hann er ógeðslega góður og erfið við að eiga og hérna það var bara böllast rögg, en sem betur fer náða að lóka þessu. Hvað er að skapa þetta fyrir þína drengi hér? Við erum bara einhvern veginn samstiltir finnst mér, við erum góðu vartanlega, það er allir hjálpa okkur öðrum, við erum alltaf hagaðir, ekki mikið af feilum og sóknarlega bara einhvern veginn, bara Mike og Pavel stýrir þessu og við bara fylgjum. Lítið hrikalega vel út, miklu betur heldur en lítið út, nokkrum vikum fyrir úrslitin. Eitthvað komið það, hvað er að gerast hjá okkur? Bara einhvern veginn, við erum allir komnir aftur, þú veist. Ég var að grínast með þetta sín í klefa, þetta er eiginlega fyrst skipti núna sem að ég til dæmis ekki að vanda mig uppbytun að passa mig, það eða ekki ómikið orku. Ég er komin í form, Pavel er komin í betra form, Jón er komin aftur á fullt, Mike náttúrulega bara komin í gang aftur eftir meiðsli, þannig að þetta var bara að ströggla okkur í vetur þetta er náttúrulega hjálpar okkur, við þekkjumst það vel og flestir og þau spila lengi saman þannig að við erum fljótir að stilla okkur þegar allir eru klárir. Nú talaði þjálfar ykkar fyrir úrslitakeppnina að leiðin ykkar að sjötta titlinu væri nokkuð erfið. Fáðu væntanlega bara annað hörkulið í undanúrslitum, spenntur fyrir því? Já, mjög spenntur, ég meina það er bara mjög erfitt að koma til Keflavíkur og vinna tvisvar og mér finnst líklegt að fá stjörnuna og það verður verkefni en ef það er Tindastóll, þá er það bara Tindastóll og við það er annað hvort þessa liða held ég og við bara spilum bolta, við erum Segir maður fá stjörnuna, svona alveg í lokin. Hversu stór er þá sigurinn ykkar á þeim fyrir tímabilið svona Mórarsið, eða fyrir úrslitakeppnina? Ég veit það ekki, nei, það er bara alltaf einhver deildarleikur, þetta er allt annað dæmi núna þekkja ég liðin eftir að þekkja hvort annað alveg í þaula og skáta þannig að nei, þeir komu náttúrulega náttúrulega pressulausir í þann leik einhvern veginn, það var svona meira fyrir okkur að ná honum held ég, þetta skipti engu, hann verður ekkert make og break inn einu. Káringar spenntir fyrir sjötta? Já, auðvitað, ég er spenntur fyrir honum bara frá því að ég kom heim áramótin, þannig að það heldur betur.